ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Mikið rétt sportþáttur með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi, klukkan orðin 10:09 og það er 29. júní fyrir þá sem er að hlusta á þetta viðtal eftir á. Nú við erum komin í samband til Svíþjóðar, þar sem að, fjórði flokkur Selfoss er staðsettur í handbolta heimi á Partille Club og ég er komin á línuna Örn Þrastásson, einn af þjálfurunum Koti Blessa á sætlaði ekki? Já, sælvertu. Hvernig fer ykkur selfisingana þarna úti í Svíþjóð? Það var alveg hrikalega vel. Já. Komum hérna í gær og taka 2 góða daga. Og Jólið í gær og vatnagarðin í dag. Já, og hvenær byrja mótið sjálft hjá ykkur? Við byrjum bara að snemma í fyrramálið. Það er bara leikur klukkan 9 í fyrramálið. Já. Þannig að, og þá hefst allt fjörið? Þá hefst fjörið. Já. Þú hefur farið væntanlega nokkur sinnum á þetta mót, eða ekki? Jú, alveg bara nokkuð oft. Já. Tættur að telja. Þú ert hættur að telja? Já. En, hvernig er svona aðstæður að vera að keppa á þessu móti? Það virðast bara alltaf að vera nokkuð fínar. Þetta verður svona eitthvað í kringum 20 gráðnar og þurft hérna bara alla vikuna. Þannig að við erum bara í góðum málum. Já, nákvæmlega. Þannig að þið eru nokkuð finir og, þú ert nú alltaf að reyna að ljúga mér á þann og þú varst ekki tilbúin að svara Símon strax að því þú laust að mér að þú værir í gymminu. Þurfa þjálfarar eitthvað að hreyfa sig? Já, nú bara þannig að það eru menn hérna að fylgjast með manni og maður verður að hreyfa sig. Já. Og ert þú eini þjálfarinn sem hreyfir sig? Já, Gísli hreyfir sig nú aðeins líka, hann kemur með mér. Já. Hann er hanskað duglegur kallinn. Já, það er náttúrulega kempan. Gamla kempan. Já. En hvað eru þið margir leikmenn sem eru að fara að keppa á þessu móti þarna? Þetta eru 22 peyjar. Já. Það er í 2 liðum. Og hvað er þetta svona stórt mót fyrir almennilega hlustanda sem veit ekkert hvað Partille Cup er? Það eru 21.000 þáttakandur hérna, 1.035 lið frá 43 löndum sem eru að spila hérna. Já, ekki nema? Ekki nema. Nei. Þannig að þetta er bara, svona aðeins stærri en Ísland. Það er tölvöld stærri en Ísland. Og við erum að spila við liðin frá fullt af löndum. Við mætum Þjóðverjum og Svíum og Egyptum og Rússum og Dönum. Það er fjölbreytt. Já. Hvað eru mörg íslensk lið að taka þátt þarna á þessu móti? Já, það er góð spurning. Það eru þó nokkur. Ég er bara að vekja það. Ég er ekki alveg með á hreinu. Nei. Við fyllum hérna heilan skóla allavega. Já. Eru Eyjamenn þarna líka? 400 Íslandingar. Já, Eyjamenn eru hérna. Já. Þannig að þeir eru 2 sunnlegsfélög þarna? Já. Auðvitað. Já. En þið sem hef ég keppni á morgun? Já. Og bara strax 9 fyrirmál, hvað þurfið að keppa marga leiki? Við spilum 5 leikir í riðlinum og svo bara förum við annarkvort í A eða B úrslit og það er bara bikarkeppni, bara 64 liða úrslit og svo bara kolli og tapar oft úr. Já. Og selfisingar hafa unnið þetta mót áður? Jú. Ég var með þeim 2012 og fórum við hérna og unnum, það var 97 árgangurinn sem að gerði það, vann þetta mót. Já. Og það eru nokkri kappar úr þeim aldurshópið ekki sem eru þá konir núna í meistaraflokkin? Jú, þeir eru bara allir bara sem eru ennþá að spila handbolta, þeir eru konir í meistaraflokkin. Já. En vitið eitthvað þessi lið sem þið mætið? Er þetta ekki alltaf svona blint í sjóin eða ekki alltaf farið? Jó, maður veitir rauninni ekki neitt, sko. Maður getur svona aðeins fiskað út á hvort þessi stóri klúbar eða ekki. Stóru klúbarnir eru mjög oft góðir, sko, en þeir hitta líka illa á árganga eins og aðrir, þannig að þeir geta verið slagir þó þessi upp með stórlið. Þannig að það er allan svona óútreiknalegt fyrir þjálfaran hvernig hann þarf að setja þetta upp. Já, þetta er rauninni snýst það að vera fljótur að átta sig þegar leikurinn hefst. Já, nákvæmlega. En þeir eru væntanlega stór hópur hérna sem fylgir þessum 22 leikmönnum frá ykkur eða ekki? Jú, við erum hérna 2 þjálfarar og svo 3 farastjórar. Þannig að þetta eru góðir strákar, það er nú ekki mikið að passa á. Nei, nákvæmlega.
Glæslegt, Örn Þrastolfsson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og bara bestu kveðju til ykkur út og gangi ykkur sem allra best. Er hægt að fylgjast eitthvað með ykkur einhvern veginn svona á samfélagsmiðlunum og svoleiðis? Herru, við erum á Snapchat, á Selfoss handbolta á snappinu. Já. Á Selfoss handb heitir það víst og svo er það bara einn á Selfoss handbolti. Við ætlum að henda inn einhverjum pistlum þangað þegar við getum. Já, nákvæmlega. Þannig að það er hægt að fylgjast með þær. Stórglæslegt. Örn Þrastolfsson, bestu þakkir og gangi ykkur vel. Það er þakka fyrir. Þessar. Já, Selfyssingar og Eyjamenn þarna brattir í Svíþjóð og þeir hefja leik bara strax í fyrramálið. Og svo er náttúrulega þrír sjónlíski fulltrúar sem að keppa núna í European Cup sem undirbúningu fyrir heimsmeistaramótið sem að fara að keppa unglingalandsliðið fæddir árið 1996 og 97. Þeir að fara að keppa núna á heimsmeistaramótinu í Rússlandi núna í bráð og þeir kepptu sinn fyrsta leik í dag eða í morgun og ég að reyna að fá upp hvernig sá leikur fór. Það gengur illa hjá mér, talvan eitthvað að stríða mér hérna. Það verður bara að hafa það, þegar ég kem kannski nánar inn á það eftir, en þessir tilteknu leik með Elvar Örn Jónsson, Ómar Ingi Magnússon, svo náttúrulega Hákon úr Vestmannaeyjum. Nú það komið loka úrslit úr leikjum kvöldsins í Pepsi-deild kvenna. Breiðablik Blikarunu Þór Káa 2-0, Fanndís Friðriksdóttir skoraði fyrsta mark Blika á 19. mínútu og Telma Björk Hjaltalín Þrastardóttir skoraði annað markið á 40. mínútu. Fylkir sigraði Aftureldingu 4-0, Berglind Björk Þorvarsdóttir með fyrstu 3 mörkin á 41., 69. og 74. mínútu. Svo var Sandra Sif Magnúsdóttir sem gulltryggði Fylkistúlkum sigur á 83. mínútu. Nú á Selfossvellinu þar áttust við Selfoss og KR. Sigurður Marja Sigurðardóttir kom KR-ingum yfir á 20. mínútu. Madalena Anna Reimus jafnaði metin í síðara hálfleik á 77. mínútu og þannig stóðu leikar. Nú staðan í Pepsi-deild kvenna nú þannig að Blikar á toppnum með 22 stig þegar 8 umferðir eru búnar, Selfoss í öðru með 16 stig, Stjarnan í 3. sæti með 15 stig, eiga þó leik til góða. Eyjastúlkur í 4. sæti með 13 stig eftir 8 leiki, Valur í 5. sæti með 12 stig, Þór Káa í 7. með 11 stig, Fylkir í 7. með 7 stig og KR-ingar í 8. sæti með 6 stig, Þróttur Reykjavík í 9. með 2 stig og Afturelding í 10. með 1 stig. Við förum nánar í Pepsi-deild kvenna hér eitthvað tíma síðar í kvöld, en við ætlum að fara svo eftir í frjálsar íþróttir. Þú ert að hlusta á Sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Svona hljómar Suðurland. Þetta er Suðurland FM